Mér finnst þetta mikilvæg punktur sem Ólafur nefnir að forsetinn segi hug sinn til þessar málefnis og það sem ég vil fá skýrar frá þér Þóra mynd þú lýsa afstöðu þinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Muntu segja opinberlega? Nei, það er einmitt það sem ég er að segja. Þú ætlar ekki að gera það? Ég er að segja að þjóðhöfðingjar hafa almennt ekki afskipti af þessu ferli. Það má alveg ýta undir umræðu og upplýsta umræðu á allan hátt. Ólafur, við vitum afstöðu þína. Hleyptu Herdísi að? Já, sjálfsögðu. Já, takk fyrir. Ég er svolítið á báðum áttum með þetta. Ég er svolítið hugsi hvað hann eigi að gera. Og því meir sem ég hugsa vanda íslensku þjóðarinnar, að þá held ég að þegar svona stór mál ber á góma, en nú þetta fjarlægt, eins og við segjum, Evrópa í raun og veru í hættu ástandi og það langt í að þessum aðildarviðræðum ljúki. En ég held að þegar þar að kemur, þetta stórmál, að þá sé ekkert úr vegi að forseti með yfirveguðum hætti, nú þetta kosningamál, nú eru frambjóðendur að skreita sig, þeir eru að hugsa fylgið, fæ ég meira fylgi ef ég segi þetta eða hitt. En þegar forseti kominn til valda eða til áhrifa, þegar hann sestur þarna og það verið að ræða stórmál, því skyldi hann ekki mega leggja eitthvað til málana ef hann telur að mikla og brýna hagsmuni þjóðarinnar sé að ræða. Takk, Herdís, við erum komin yfir tímann. Það eitt sem við langar að koma að lokum, bara